Já, góðan daginn skákmeistarar. Ég ætla að taka fyrir gambit sem heitir Atiban gambitur eftir indverska stórmeistaranum Atiban og hann hefst svona, þetta er enskuleikur, þetta er F3 og mainline hérna þetta riddari C6. Nú E4 er upphæða gambitnum, hótun riddaranum og þetta var ekki talin góður leikur út af riddari G5 og sem sagt hvítur var að vinna hérna peð á E4. Við sjáum það getur einfallega bara tekið hérna á E4 og peð yfir. Menn voru eitthvað að reyna hérna í gamla daga að sullast með B5. Ég held að það sé nú ekki talið góður leikur til þess að ná að leika D5. En upphæða Atiban gambitnum er C6 í þessari stuð. Þá er sem sagt hugmyndin að leika D5 og fá svona fljóta liðskipan fyrir peðið. Við skulum kíkja nánar á þetta. Nú, riddari G3 er náttúrulega aðaleikurinn en riddari C3 virkar ekki góður. Hvítur á svo erfitt með að klára liðskipan, til dæmis riddari C6 bara á og biskup geti alls svona G6 og hvernig allir hvítur koma biskupn á F1 út og hrókera og riddarinn á G3 er ekki góður og þetta er mjög góð stað á svartan. Svartur getur farið að leika biskup H6 og þá hóttum við hérna E3 peðinu og þetta er bara vandræðast að þannig að það er engin að leika riddari C3 í þessari stuðu. Nú riddari G3. Eftir riddari G3 þá leikum við H5. Við erum semst bara áreitað riddarinn á G3 og hann á ekki alltaf marga reiti. Hóttum H4. Nú aðalínan er E3 en við skulum byrja að skoða hérna H4. Svartur stöðvar H4. Það er nú bæði verið leikið biskup D6 og biskup G4. Ég er svolítið hrifinn af biskup G4. Gerir svona erfiðara fyrir hvítan að þróa biskupin á F1. Hérna er skák nýlega sem teldist Jóhann Sebastian Kristjansen var með svart. Norskur stórmeistari með 2650 stig. B3. Riddari C6. Allt er þetta rökréttir leikir. Það er semst alltaf hættulegt að fara að dreipa hérna á B7. Það er bara riddari B4. Svo er svona fyndin tilfæring líka hérna með hrókur H6 og hrókur B6. Drottningin getur bara verið hálfpartinn í dauðanum. Til dæmis bara sýndæmi F3 hrókur H6. Hvað er að segja? E3 hóttum skák á B5. Þá bara leikum við A6 í rólihitunum og svo fyrir bara hrókurinn hérna á B6. Þetta er aldrei fyndið framhald. Radical rooks eru þeir oft kallaðir þessir hrókar sem koma svona á hlið. En nú það. Nú H4, biskup G4. Drottning B3, riddari C6. Og hann leika E3. Anstæðingurinn. Því að svara með biskup D6 sem er besti leikurinn. Þetta er svona dálítið vandræðast á hvítan fyrst mér. Kallátin eru eitthvað astanlegir. Það drap á D5 sem er sennilega ekki góður leikur en vegna stuttrókunar. A3 kemur við fyrir allar riddari B4 leiki. Drottning C7.
Hérna var best að drepa á G3, ég ætla bara að sína það. Drepa á D8. Hvítur sem sagt 2 piðum yfir en gjörsamlega hreyfihamlaður í þessar stuðu. Rittarinn að fara hérna á B3, hvað er þessi biskupar að gera hjá hvítum? Segjum biskup B2. Hrókur AC8. Hrókarnir ógnasterkir. Allir svörtu kallarnir eru góðir, allir hvítu kallarnir eru lélegir og já, bara ekki að sjá hvítur lifið þetta af sko. Það var með til dæmis hrókera og kemur bara hrókur C2 og hrókur DC8 að koma. Þannig að þetta var besta framhaldið í þessu. Þannig að það þetta, ég myndi segja að vera þetta afskrifin en H4, hann er bara ekki góður út af biskup G4. Þá skulum við kíkja hérna á aðalínuna sem E3. Þannig að hvítur er að leika E3 í þessar stöðu. Við skulum kíkja hérna hraðskák hérna hjá Harsa á móti Samuel Sevian frá Bandaríkjunum. H4, rittar 1 og 2, rittar C6, D4, þetta er svona, þessi leiki kom alltaf, dróning F6 og segjum rittar C3, hótar á D5. Hér á svartu mjög sterkan leik, biskup D6 kemur til greina en ég myndi segja að dróning G6 var aðeins nákvæmari leikur hérna. Ég sýna það betur eftir en mér langaði bara að sýna hérna hvað gerist til dæmis í svona stöðu þegar við fórnum peðinu. Þá kemur dróning G6 og svartur er sem sagt 2 piðum undir en með rosalega virkni og kallarnir hérna á F1, C1, kóngurinn á E1 erfitt að hrókera. Það er mikið sókn framöndan hérna. Nú í þessar hraðskákleik hvítur biskup D2 og það er bara tapað með að segja. Við getum aðeins bara kíkt snögt á hvað gerist þetta er C3. Þannig að alveg margir leikir, H3 kemur til greina, biskup F5 með þetta. Það er F3, lungkrókun og þetta er rosalega hættuleg stað á hvítan. Það er erfitt að finna leik fyrir hvítan hérna. E4 er aldrei hægt til dæmis út af biskup G3 skák og svo hann gerir D4. D5 virkar nú svona yfirborðskennduleikur. Biskup C2, dróning D2, hrókur H8 til dæmis. Og það er alls konar hættur í þessu sko. Getur bara komið hérna eitthvað þvinga framhald. Og biskup E2 tapar bara út af biskup B4. En eins og ég segi það, þetta er ekki þægileg stað að tefla á hvít sig. Og hér er til dæmis einhver þráleikur virðist vera. Já, fyrir hér þá kemur dróning F4 og hvítur má ekki leyfa það. En þetta er bara svona sín í dæmi. Það er auðvitað að tefla þetta öðruvísi. Það væri til dæmis hérna að drepa H2 ef við erum að tefla til vinnings. Og skákin heldur bara áfram. Það má ekki drepa skáku á G3. Já, aftur á skákinni, biskup T2 sem er sem sagt hrikalegu leikur. Hérna leka nú biskup F5 og draf svo þarna H2 og vann skákina en sterkasta framhaldið hjá svörtum hérna er H3.
Það má náttúrulega ekki leika G3 og döddalni G4. Þannig að ég veit nú eiginlega ekki hvernig hann á að svara þessu. Ég sé bara enga leik. Þannig að F3, það kemur bara biskup G4, drottningin af. Þannig að H3 er bara tjaldið virðist þeirra. Það er náttúrulega fyndið. Skulum baka. Þannig að það, ég myndi halda að vera nú ekkert vitið að vera að drepa þarna á D5 sko. Já, næst ætlaði að kíkja á skák sem Aronian þetta með svörtu á móti Nebo frá Rússlandi. Nú hann leikur þetta C3, drónin G6. Þetta er fasti liðir A3, leik Nebo, kannski ágætis leikur, kemur við fyrir alla rittari B4 leiki. Biskup F5 sem virðist nú vera nýjung. Já, biskup D6 kemur líka til greina. Og bara eitthvað sýnir framhald, biskup D2, biskup F5, drótning B3. Það er einhvern veginn þetta hrókir á báða vangi sko, þannig að bara sýnir það smá stutt hérna. Hrókarnir fara á opni línunar, kóngur er náttúrulega skotspót þarna, hrókur D8. Drótning F3 er viðstur einleikurinn. Og hér eru ýmsir hættulega leikir, biskup C7, jafnvel drepa hérna á D4, það er nú svona svolítið þinga. Ég held sé ekki þú að gaman að það er með hvítt í þessu sko. Þetta er ansið mikið pressa. Og hér er rólegur leikur, hókur 1-7 bestur. Já, menn og konur geta bara skoða þetta betur eða áhuga á þessu. Það er vandamáli á hvítum hann og svo erfitt með hrókera sko. Þetta er bara svona, já, svona almennt eðlis. Við skulum víkja okkur aftur í skákinni. Þetta er náttúrulega hraðskák, Nebo leikur drótning F3. Löngkrókun, athyglisvert. Ég myndi halda að drótning F3 væri bara ekkert góður leikur. Svona helsta vandamáli hér er kannski rittari A5 getur verið að fara á B3. Það er svona smá problem. Leik biskup 1-2. Það er gott að maður læri eitthvað svona afbrigði að fara bara yfir skákir í heilu lagi. Hann leikur kongur B8. Rittari A5 kom til greina, bara að benda á það. Biskup D2, biskup D6, allt eðlilegt. A6, hrókur H8 kom líka til greina, B4, svart, hvíturinn að segja drótningveng, rittari 1-7. Þetta er náttúrulega oft merkilega góða skákir hjá þessum mönnum þótt þetta séu hraðskákir sko. Oft er þeir búin að stúdera þetta og svo er þetta náttúrulega frábæri skákmenn, hrókur C8. H3 kom til greina, hrókering. Og nú er hvítur búin að hrókera, peði yfir. Ég myndi segja að drottningin hjá hvítum væri kannski dálítið illa staðsett. Hérna kemur H3 til greina meira segja, með einhverjum skrýtnum tilfæringum eins og hrókur H4. En það er kannski ekki mjög mannlegt sko, þetta er eitthvað tölvudæmi. Svartur leik drótning G6 sem var nú sennilega slæmilegur. Hér á hvítur leikur þetta er B5. Aronian hefur kannski haldið að hann gæti náð einhver hérna G5, G4.
hrókur F1, hann skilaði gjöfunni tilbaka, þá kom G5, biskup G4, dronningin af. Þetta er svona viðkvæmsta, sko, eftir G5 segir hvíti bara í vondum málum. Þannig að við skulum bakka hérna aðeins, bakka fyrður. Sjá hvað er að gerast hérna í teóríunni. Það er ýmsir verið að teflita með svörtu. Hérna er jafntefliskáka sem Pragg er með svart, Pragnandandana gegn einmitt Aronian. Það er Aronian með hvít. Það er svo að sjá þetta. Dronning A6, mittar C3, biskup T6, biskup F5. Spurning hvort Aronian hafi byrjað að teflita eftir þessa skák. Hrókur C1, stutt hrókir það. Já, það er alveg solid leikur. Hrókur D8 kemur alveg sterklega til greina hérna sýnist mér. Við segjum hvað dronning F3. Já, þetta er náttúrulega mjög flókið, en hrókering er auðvitað meikar alveg sens svo maður sletti. Hérna er eitthvað framhald með biskup G4 upprópunummerki, biskup Heina 5, takk fyrir. Svo getur þetta enda hérna bara í einhverjum þráleikur í störa. Biskup G4. Hvítur eitthvað annað spurning. Þetta er alveg svolítið fyndnar stöður. Hérna er hrókur H5 sterkuleikur. Drepið hrókur drepur dronning C4 og riddari D4. Já, ég get bara sagt að þetta er ekki þægild og hvít og vegansett. Bara svona sína þessar dýnamísku hugmyndir. Alltaf rópin fyrir hróks tilfæringum þegar maður er búin að leika hápiðin áfram. Biskup G4, dronning drepur D5. En ok, hann hrókeraði stutt. En eins og segir hrókur D8 kemur til greina. Biskup G4. Hrókur D8 er nú svona alveg solid plan síns mér. Biskup E2, hrókur F8. Þetta er svona bara sýnidæmi. Hrókering, hugsanlega riddari A5, hrókur C1, riddari P3, biskup Einar 1, biskup C2. Vinnur skiptamun en hvítur fær einhver peð fyrir og líklega er hlutlegt staðan í öfn, en ef maður þarf að vinna þá er þetta fínt. Það er bara að sína hvar hætturnar leynast. Þessi B3 reytur alltaf mjög veikur. Hrókering, já. Dronning F3, biskup G4 leik Praggi eins og við kalla hann. Dronning drepur hrókur A8. Það er alltaf þessar dýnamísku hugmyndir. H3, biskup G3. Þetta er magnað. Tölvan segir að þetta sé ekki alveg að ganga upp hérna. Þetta er dronning C4 reyndar. Já, þannig að kannski var þetta ekki svo góð skák hjá honum Pragga og okkar. Ég ætla að bakka hérna aðeins. Þú gott sjá okkur á fleiri skákir. Skulum baka. Þetta er C3 er eitthvað. Sko eitthvað aðra leiki kannski. H3 er eitthvað viti honum. Náttúrulega kemur ég fyrir H3 og valdar og G4.
Nú ekki mikið teltur, kannski þróast þetta bara svipa. Biskup F5, Biskup D2, þetta er B4 spurning. Þá er náttúrulega biskupari. Biskup D6 kemur líka til greina. Það er alltaf þetta tablet einhvern veginn svona. Trónu G6, Róku D8. Það eru svona valkostir. Náttúrulega ekki, það er ekki gott að drepa hérna sko. Hvernig alltaf hvítur bara klára liðskipan, það verðist bara ekki vera hægt í miður fyrir hann. Rókur A8, Rókur E8 koma. Þannig að Rókur C geti nú verið betri leikur. Það er löng rókun. Þetta er svona mjög hvasst allt saman. Kongur B8. Já, og semst við erum að leika Rókur E8 og alls konar hættur. Hvítið þarf að vanda sig mjög mikið til að lifa þetta af. Skulum bakka aðeins, bakka fjöruður. Ég ætla að fara aðeins hérna að sjá. Að lokum ætla ég bara að fara yfir hérna inn að skák sem ofurtölfur teldu saman með 3600 stig. Hún leikur riddari C6. Ok. Riddari B5, ok. Þetta er, ég ætla ekki að þræta við einhverjar tölfur með 3600 stig. Bara sjá hvernig það teldist í kanni. Þetta er ekki svona mjög mannlegt sko. Svartu pressar á G2. Athyglisvert, fyrir tilbaka. Biskup B4. Kannski eitthvað á D6 að koma. Svartur biskuparið, en biskupin og C6 kannski ekkert sérstakur, en dróningin og G6 er sterk. Getur aldrei leikið biskupin út. Og núna er hvítur að fara að reyna að leika dróning F3 og klára liðskipan. Svartur verður að hafa hraðar hendur. Svartur hélt pressunum gangandi. G6. Kannski það er bara svona biðleikur, ég veit það ekki. E3 reyturinn aðeins veikur. Hótum að drepa á D4. Já, fórnar þarna skipta minn, en fær orku spil. Tölvurna sjá alla taktík. Þetta virðist halda sko á þessu leveli, þá held ég þetta sé nú ekkert alvitlaus gambítur. Ég veit allavega ekki hver er besta leiðin fyrir hvítan gegn þessu. Svo hélt hún þessu, en ok, þetta var náttúrulega þjáning. Já, þetta er svona aðeins öðru í þessi vídeo en venjulega. Ég er svona bara að tala við sjálfa mig eiginlega. Það er sko bakka. Ég sá nú ekkert daginn hérna dróning A4. Þá er hvíturinn að stöðva þessa D5 framrás. Já, það er spurning, er einhverja skákir hérna. Sjá hvernig Abbasatov teltamótsu, bara eldsnögt. Á móti Magisodol frá Íran. Dróning E7, F3. Ok, F3 er alveg deflanlegt, en það er spurning hvað gerist hérna. Dróning C2. Hugmyndin var oft að leika B5 og D5. Hér er B5 kannski.
athyglisvert. Hérna egypski vinur hans Omar Salama, Amin með svarta múti Ívansjúk. Þetta sé læknir í dag. Dreipið á B5, D5, bara sjá hvernig þetta deldist. Svartir með gott vald á öllum miðborun og rittar nú G5 aðeins svona í vandræðum. D4. Spurning hvað gerist eftir E3, sem langar bara að sjá. E3. Það er góð spurning. Hvað er E5, hvað er F4? Dróning C7. Rittar nú G5 náttúrulega ennþá aðeins. Offside. B3. Biskup B2. Það er sjá A6 eða eitthvað. Þetta er allavega mjög athyglisverð staða. Þetta rannsaka þetta. Þetta gæti nú verið einhver tilraun hjá hvítum en það er tefla frekar nákvæmt sko. Ég veit ekki alveg hvernig það er. Það er náttúrulega svolítið veikt að ná kóngsvagnum hjá hvítum. Svona B7. Ég held að svartur sé alveg með einhver færi en hrókun G1 getur verið leikur. Dróning A4 getur verið athyglisverður leikur. Já, ég ætla ekki að dvelja lengur það, bara sjá þessa skák hérna. D5. Hvað er leikan? D4 já. Drap á D3. Alltaf gott að skoða hvernig sterkir skákmenn er að tefla þetta. Og A6, já, þetta er í hrifun af. B-dreipur. Maður sjá hvað er gerist þegar hann dreip á D5. Líklega er spilið og gott. Þetta er mjög fyndin hérna þráleikur virðist vera. Hvað er gerst til kongu D2? Dreipið. Þetta er skemmtilegt. Þetta er langt D8. Þetta er nasty sko. Þetta verðist að unnið á svartan sko. Bara biskup 1-7, hrókýring. Kongurinn er svona in the line of fire. Þessi sókn á að vinnast athyglisvert. En ok, þetta er nú ekki, þetta sé enginn að taka svona áhættur. En þetta er B4 er allavega nóg fyrir jafntefli eða eitthvað meira en skulum bara sjá hvernig þetta fór. Má sjá. Rittar F3 sem er nú mannlegin leikur. Rittar B4, dróning D1. Biskup F5. Já, þráleikur. Já, það er svona boltinn þetta aldrei á hvítum hérna eftir C6 og það er ekki alveg ljóst hvað er svona sterkasta framhaldið hjá hvítum og það er gaman að prófa þetta með svörtu. Takk fyrir.